Góðan daginn, ég heiti Greta Jakobsdóttir og er lektor í heilsueflingu og doktor í næringarfræði og ég ætla að tala hérna aðeins fæðuval, heilsuhegðun og samfélagsmiðla. Eins og löngum hefur verið þekkt hefur tíðni yfirþyngdar og offitu aukist síðastliðna áratugi. Þar eru börn og unglingar ekki undanskilin. Tíðnin heldur áfram að hækka hér á landi þrátt fyrir að merki stöðnun hafi komið fram. Við vitum að það eru margir þættir sem hafa áhrif á þróun líkamsþyngdar og líkamssamsetningar. Meðal annars spila einstaklingsbundnir þættir inn í og ýmiss konar val og hegðun. Og þetta val er jafnvel eitthvað sem við stöndum frammi fyrir á degi hverjum. Mikilvægt er að kanna og rannsaka þessa einstaklingsbundnu þætti og hegðun og þetta val sem er rosa mikilvægt og með það að leiðarljósi að finna þætti sem geta haft áhrif á lífsgæði einstaklinga til frambúðar. Þó er einnig mikilvægt að þegar þess konar rannsóknir eru gerðar eða framkvæmdar að stíga varlega til jarðar og bera virðingu fyrir einstaklingnum og baksögu hans. Reynsla mín af næringarráðgjöf í gegnum tíðina hefur sýnt mér að lítil og í rauninni kannski smávægilegar athugasemdir frá vinum, fjölskyldu, kennurum, læknum, einhverjum sem eru í lífi okkar geta myndað djúp sár á sálina sem hafa áhrif á samband einstaklings til matar og eigin líkama til margra ára. En hvernig er fæðuvali og heilsuhegðun barna og unglinga háttað og hvernig spila samfélagsmiðlar þar inn í? Og hver eru áhrifin aðeins á andlegu líðanina? Í grein frá árinu 2017 kemur fram að 90% ungmenna í Bretlandi nota samfélagsmiðla og ég held að það sé alveg óhætt að álykta að þessi tala hafi frekar hækkað en lækkað síðastliðin 3 ár. Notkun íslenskra ungmenna á samfélagsmiðlum er með því mesta sem gerist eða 98% fyrir einstaklinga á aldrinum 16 til 24 ára. Margt jákvætt á sér stað á samfélagsmiðlunum, til dæmis samskipti fjölskyldu og hópa sem jafnvel hittast sjaldan og það er náttúrulega sérstaklega við í dag. En svo er ýmiss konar hvatning sem á sér líka stað á samfélagsmiðlunum. Skiptar skoðanir fræðimanna eru á skaðsemi og jákvæðum þáttum sem tengjast notkun samfélagsmiðla og neikvæðir þættir sem tengjast notkun samfélagsmiðla samkvæmt unglingunum sjálfum voru meðal annars þættir sem hafa mest áhrif á andlega líðan eins og stress, lítið sjálfstraust og þunglyndi. Einn angi samfélagsmiðlana er útlitsdýrkun og þar sjáum við það helst undir til dæmis myllumerkinu Fitspo en einnig það sem kallast Healthy Eating Community og þar er dæmi myllumerki er til dæmis Clean Eating. Í grunninn geta þessi samfélög innan gæsalappa verið jákvæð og hvetjandi fyrir einstaklinga, til dæmis að hreyfa sig meira, lyfta þyngri lóðum, borða meira af grænmeti og ávöxtum og minna af unnum mat. Aftur á móti er til staðar sú hætta að þessi hvatning snúist gegn einstaklingnum í neikvæða og jafnvel hamlandi hegðun og jafnvel átraskanir. Það á sérstaklega við þegar einstaklingurinn sekkur sér dýpra og dýpra inn í þessa heima og fær þar af leiðandi meira af svona myndum og umfjölluninni og það styrkir þessa hegðun. Ein tegund átröskunar sem á sérstaklega við í þessu samhengi kallast orthorexia nervosa. Hún er í rauninni ekki skilgreind strangt tekið sem átröskun en á klárlega við í þessu samhengi og hún felur í sér ofuráherslu og þráhyggju á það að borða hollt. Eftir því sem einstaklingar eyða meiri tíma á samfélagsmiðlum styrkist hegðunin með þessu aukna áreiti. Matur, heilsa og hreysti og það sem á ensku er það fitness eru meðal vinsælustu málaflokkana á Instagram og það hefur verið sýnt fram á tengsl milli aukins tíma sem eytt er á samfélagsmiðlum og aukinnar tíðni þunglyndis sem og átraskana. Þannig að það eru auknar líkur að unglingur sem fylgist með fyrrnefndum málaflokkum þjáist af átröskun.
Meðal annars það samanburður við aðila sem unglingurinn þekkir ekki og það getur verið dæmi grannar og vöðvastæltar ungar konur. Og það ýtir sem undir lítið sjálfstraust og þörfina sem einstaklingurinn finnur fyrir að breyta eigin líkama. Bilið milli raunveruleika og fyrirmynda, til dæmis í bíómyndum, íþróttum og á samfélagsmiðlunum, hefur aukist mikið. Þar sem notendafjöldi Instagram kominn yfir 700 milljónir í heiminum, þá fara þessi fyrrnefndu áhrif að skipta máli þegar kemur að heildrænni líðan ungmenna. Þar sem við vitum þó að þættir eins og lítil sem engin hreyfing og óhollar mataræði spila hlutverk í þróun yfirþyngdar og offitu, þá þarf að finna einhvern mildan milliveg til að koma inn breytingum til lengri tíma. Jafnframt að koma einstaklingnum í skilningum það að það ekki endilega samband á milli þess að líta út fyrir að vera heilsusamlegur og það að vera heilsusamlegur. Jákvæð gildi hreyfingar nefnilega mun stærri en bara útlitstengd. Meðal annars lækkuð tíðni háþrýstings og sykursýki, aukin beinþéttni, betra sjálfstraust og vitrar þroski. Sorglega fáir unglingar á Íslandi stunda nægilega mikla hreyfingu eða þessum 20% þeirra og fá börn borða ráðlegan dagskammt af grænmeti og ávöxtum. Jákvætt þó að neysla á sykruðum drykkjum meðal ungra barna tiltölulega lág á Íslandi en verra að hún eykst tiltölulega hratt með aldrinum og við sjáum það sérstaklega núna með orkudrykki sem eru með miklu koffeini. Mikilvægt að gera sér grein fyrir að heilsusamlegt líferni blanda flókinna þátta sem mynda eins konar net. Þátttakendur í netinu eru meðal annars heilnæmt mataræði, reglubundin hreyfing, viðhald og kjörþyngd hver svo sem hún kann vera, ekki að reykja og takmarka neyslu áfengra drykkja. Samlegðar áhrif þessara þátta eru 66% minnkun á heildarlíkum á dauðsfalli. Aðrir ekki síður mikilvægir þættir eru svefn, stress, þunglyndi og kvíði. Kjörþyngd ekki alltaf lottómiði á líkamlega góða heilsu. Einstaklingar í sama BMI-flokki geta verið með mjög mismunandi samsetningu á líkama sínum og þar með talið fituprósent á vöðvamassa. Þessi mæling tekur ekki mið af samsetningu líkamans, heldur aðeins hæð og þyngd. Og hún þá langt í frá að vera góð við allar aðstæður. Margir aðrir þættir koma fyrir eins og þessi mynd sýnir og ég undirstrikaði hérna nokkra þætti og það meðal annars fjölskyldan, hún hefur spilað stórt hlutverk og umræður líkama, hvernig við tölum það, menntunarstig, innkoma, líkamleg virkni fjölskyldunar og svo klárlega maturinn sjálfur og mataruppbeldið og þar eitthvað sem ég held við þurftum að tala svolítið mikið hvernig mataruppbeldi börnin okkar að fá. Áhugavert að þegar að skoða hvaða myndir unglingar að deila á Instagram, því Instagram mest notaði samfélagsmiðlinn þar sem leitarorðið var myllumerki 14 ára. Þá kom í ljós að kökur, súkkulaði, gosdrykkir, aðrir drykkir, ís og nammi voru langstærstur hluti af mat sem voru á myndum, eða 68%. Grænmeti, ávextir og ber komu aðeins fram á 22% af myndunum. Og skuggalega nálægt þeirri tölu eða 25% af unglingum á Íslandi að ná að borða ráðlegan dagskammt af grænmeti og ávöxtum. En hvað getum við gert? Áhrif foreldra eru meiri en margir gera sér grein fyrir og þar kemur inn félagslegt og uppeldislegt gildi máltíða. Hér koma inn þættir eins og hvernig talað líkama annarra og sinn eigin líkama, hvernig máltíðir eru samsettar og samvera tengd máltíðum sem á virknistig fjölskyldunar. Til dæmis getur hreyfing verið skemmtilegur þáttur af samveru fjölskyldunar. Ástæða þess að einstaklingar eru ósáttir við eigin líkama getur að öllum líkindum verið tengt reynslu á megrunarkúrum. Helmingur stúlkna og þriðjungur drengja í framhaldsskólum óánægður með sínar eigin fæðuvenjur.
Jafnframt getur aukin umræða frá fyrirmyndum barna og unglinga mataræði án boða og banna verið hjálpleg sem og umræðan að árangur í íþróttum og vöðvastæltur og skorinn líkami sé kannski ekki hið eðlilega ástand og eitthvað sem krefst mikillar vinnu og mikils tíma. Líkamar eru alls konar og einn þarf ekki að vera betri en annar. Jafnframt mikilvægt að koma því til skila að hreyfing sé jákvæð þó hún geti verið líkamlega erfið. Og hreyfing eitthvað sem við gerum fyrir okkur en ekki endilega eitthvað straff eða eitthvað leiðindaskylda. Aukin neysla á því sem flokkast sem hollt mataræði, sem sagt meira grænmeti og ávöxtum og grófkorni og þess háttar, vegur þyngra þegar kemur að heilsueflingu en það að einblína bara á það sem við eigum að borða í minna mæli. Takk fyrir.